Gott kvöld, komið sæl og velkomin á þennan borgarafund Morgunblaðsins og mbl.is fyrir sveitarstjórnarkosningarnar sem að hér verða 16. maí eins og alls annars staðar á landinu. Ég heiti Andrés Magnússon, ég er fulltrúi ritstjóra á Morgunblaðinu og við efnum til þessa fundar eins og við munum gera víðar raunar landið því að við erum að reyna að halda uppi þeirri umræðu sem þarf fyrir kosningar, þeirri þjóðmálaumræðu sem þarf að eiga sér á hverjum stað en jafnframt á landsvísu hvert við stefnum með byggðarlögin okkar hvert og eitt. Við gerum ýmislegt til þess. Við höfum verið nú þegar með hlaðvörp úr nokkrum sveitarfélögum og við munum fara mjög vítt og breitt landið í því skyni. Við munum vera með borgarafundi sem þennan. Þetta er fyrsti borgarafundurinn okkar en við verðum líka fyrir austan á Eskifirði í Fjarðabyggð, við verðum sömuleiðis á Akureyri og á Ísafirði. En svo verðum við með leiðtogakappræður í myndveri okkar í Hádegismóum fyrir stærstu sveitarfélögin í kringum Reykjavík og að sjálfsögðu Reykjavík sjálfa þar sem við verðum með leiðtogakappræður rétt fyrir kjördag. Þannig að það verður nóg að vera og ég minni ykkur á það líka að Morgunblaðið er að sjálfsögðu vettvangur fyrir umræðu. Þeir sem hafa eitthvað þjóðmálana að segja, þeir hafa vettvang til þess á síðum Morgunblaðsins. En við erum að fara að kjósa 16. maí hvert og eitt, hvert okkar í okkar byggðarlagi og það er í 60 sveitarfélögum hringinn í kringum landið. Reyndar ekki kosið alveg alls staðar en býsna við það samt. En spennan hún er mjög mismikil. Við vitum auðvitað að það er mikil spenna í Reykjavík en það er líka heilmikil spenna hér. Og með mér hér í kvöld til þess að reyna að hafa hemil á þessu fólki og stýra umræðunni að þá er við minn góða kollega og vinn Stefán Einar Stefánsson. Vilt þú ekki taka við? Þakka þér fyrir Andrés og ég vil nú byrja á því að lýsa mikill ánægju með hversu vel er mætt hérna. Það er glæsilegt að horfa yfir höllina svona þétt skipaða og ljóst að það er mikill áhugi á bæjarmálunum hér í Vestmannaeyjum. Við greiddum það ekki sérstaklega að sjá fréttir opinberlega af hjaðningavígum innan eins framboðsins því að við vissum að það myndi hreyfa við fólki og hvetja fólk á staðinn. Svona erum við innrættir við Andrés. Við viljum að það sé mest að vera innanbúðar og utanbúðar. En við höfum auðvitað fyrst og síðast áhuga á því að heyra hvað framboðin hafa að segja og hvað þau vilja leggja mörkum komist þau til áhrifa í sveitarfélaginu. Og þetta sjáum við reyndar allt land. Við erum búin að vera eins og Andrés nefndi, að rekja okkur landið nú þegar og höfum nú þegar birt viðtöl við oddvita frambjóðendur á Hornafirði og í Bláskógabyggð og næstu daga mun fjölga í hópi þeirra sveitarfélaga sem að við höfum gert skil. Hvet ykkur til að fylgjast með því bæði á mbl.is og Spotify því að þessi samtöl og þetta, það eru upplýsingar sem þarna koma fram eiga erindi við okkur öll þó að verið sé að ræða málefni hvers og eins sveitarfélags. Eitt af því sem gefur okkur tækifæri þessu efni er að bera sveitarfélögin saman. Hvar er verið að gera hlutina vel og hvar mega hlutir betur fara. Nú, ekki meira það, þó að við viljum þetta skjalla Morgunblaðið. Ég minna á það að hér á borðum og á fleiri stöðum við getum dreift á okkur eftir er boðum frían vikupassa að rafrænni áskrift af Morgunblaðinu. Hvet ykkur til að nýta það ef þið eruð ekki nú þegar orðin áskrifundur. Það skiptir miklu máli að styðja við frjálsa fjölmiðlun. Þetta rekur sig ekki sjálft, ekki frekar en önnur starfsemi og við eigum eins og þið þekkið held ég flest í vök að verjast vegna þess hvernig fjölmiðla umhverfið er. Hvernig menn hafa búið hnútana varðandi ríkisútvarpið og ég minna á það að þeir eru ekki með borgarafund hér í kvöld sveitarstjórnarmál í Vestmannaeyjum. En að frambjóðendunum góðu. Það eru 3 framboð í boði í þessum kosningum. Það er Miðflokkurinn sem að býður hér fram og Sjálfstæðisflokkur og Eyjalistinn. Og það sem við ætlum að gera er í upphafi að gefa hverju einu ykkar 3 mínútna glugga til þess að segja undan og ofan að því hvað þið hyggist leggja áherslu á eða hvað þið komið með að borðinu náið því kjöri og fáið umboð til þess. Ég held að það sé rétt að við
gerum þetta í öfugri stafrófsröð svo að fólk fái nú einhvern tímann að njóta þess að vera aftarlega í stafrófinu og þess vegna ætlum við að byrja á Sæunni Magnúsdóttur sem að bæjarstjóra efni Miðflokksins. Takk Stefán og ég ætla nú að byrja á að fá að þakka ykkur fyrir að koma. Það hefði nú mátt vera styttri leiðin en svona þetta. En okkar stefna, við ætlum að byggja á skynsemi. Skynsemi númer 1, 2 og 3. Mér hefur stundum þótt, og ekki mér heldur, okkur í Miðflokknum, okkur hefur þótt skorta á skynsemina. Við þurfum að skipuleggja til framtíðar. Að vaða stað án þess að vera með, ég ætla ekki að segja orðið plan, heldur skýra framtíðarsýn, kosta peninga. Og mér sýnist það, og okkur sýnist það að það sé svolítið staðan sem hefur verið síðustu árin hérna. Við erum með til dæmis núna stóra framkvæmdir í burðarliðanum sem að koma til gjalda á komandi kjörtímabili og það virðist ekkert vera sátt þetta allt saman. Ég get nefnt klefana í íþróttahúsinu. Ég var formaður í BUF þegar þetta var ákveðið, ég satt líka í framkvæmd á Hafnarráði. Það virtist enginn vita hvernig þessi klefa komið til. Ekki félagið, ekki kennarar í skólunum, samt að þetta raukst út henni, þetta væri skólabygging og ekki starfsfólk í íþróttahúsinu. Þetta kostar peninga. Það kostar peninga að sitja uppi með hálfkláraða byggingar. Fiskiða, til dæmis, það ekkert að koma inn á hana. Og svo aftur núna. Við að vera með klefabygginguna og svo, eitthvað tómt að nóna. Þetta bara dæmi svo margt. Og þetta viljum við laga af því að ábyrg fjármálastjórn númer 1. Númer 2 eru samgöngunar. Við þurfum að fá betri samgöngur. Flugið, það var framlegt í dag, frábært að Norlandair hafi getað reddað þessu af því að þetta náttúrulega bara, þeir eru með starfsemi, þá þarf að manna þetta. Þeir gátu gert þetta 1, 2 og 3. Herjólfur, þeir kynntust í dag, frábært. Það allt í skrúinni, bókstaflega. Þannig að þetta svona okkar helstu. Svo atvinnumálin. Það búið frábær uppbygging hérna. Laxey sem dæmi. En við þurfum líka að huga aðeins á opinbera geiranum. Það eru tækifæri núna, en við þurfum að halda vel á spöðunum. Það til dæmis núna sýslumaðurinn og sameinaður. Tekur gildum áramótin. Við erum með stórt verkefni hér. Konin Hjónavíslu skilur það. Ég held að fæstir hérna átti sig á því hversu stórt verkefni þetta Og við þurfum að berjast fyrir fleiri af því að ég hef ekki vonað öðrun að dómstóla, lögregla og annað. Það sé sama stefna þar. Og ég allavega búin að bjóða mig fram í byggðamálahóp sem að dómsmálaráðherra óskaði eftir því að starfsmenn sýslumanna gæfu kost á sér í. Ég var einn 3 sem skipuð í það. Þannig að ég hlakka bara til þess að takast á við þessi verkefni og við erum hvergi í bankinn. Takk að fyrir. Þetta var einstaklega tímalegt hjá þér. Þetta voru 2 mínútur 54. Þannig að við skulum sjá, Eyþór, hvernig þetta þér gangi að jafna þetta með? Ég verð nákvæmari. Heyrðu, já, góða kvöldið og gaman að sjá fullt hús. Síðast var ég með balli hérna Lundaballi, stóra Lundaballið og þá var 450 manns. Þetta næstu í þannig. En það er náttúrulega móðgun við mann að vera bjóða manni viku áskrift af mokkanum. Ég er búin að vera áskrifandi af mokkanum frá því ég var krakki, eða mitt heimili og ég bar út mokkan mín krakkaár og hef verið síðan ég byrjaði að búa alltaf áskrifandi með mokkanum. Ég bjóðar áskrift til áskrift af Andri Sönd. Já, svo endur skoða ég þetta bara á morgun. Þessa áskrift, hvernig þið standið ykkur. En án gríns, þá mun framboð Sjálfstæðisflokksins bara enn sem áður fyrr byggja á öruggri þjónustu við íbúa. Þá erum við auðvitað að tala bara metnaðarfull þjónusta leikskólunum, grunnskólunum, félagsþjónustunni og byggja bara á því starfi sem við höfum alltaf unnið hér í bænum þegar við vorum í meirihluta og stutt við eftir að við vorum í minnihluta síðust 8 ár. Gríðarlega mikil vinna og eftirfylgni fer auðvitað í hagsmunagæsluna. Það hagsmunagæslan, þegar maður talar það er ekki bara samgöngur,
auðvitað fer mikill tími í því að nuddast í vegagerðinni að vinna sína vinnu við að halda höfn opinni sem var græið hérna 2010 og hefur ekki ennþá uppfyllt þau skilyrði sem að væntingar voru til þá. Það er sagan endalausa og við vonum nú að með eftirfylgni og svona ákveðnum kröfum að nýjir dýpkunaraðilar næsta haust sinni þessu betur og vonandi jafnvel krafan í rauninni orðið að fá þá núna strax við þessar aðstæður og það var farið fram á það við innviðaráðherra strax í dag. Bæjarstjórinn fór í það. En stærsta fjárhagslega vandamálið, krafan eða áskorun okkar í Eyjum í dag þetta lagning á nýrri vatnsleiðslu. Við vorum með eina vatnsleiðslu sem var í rauninni orðið dálítið bara áhyggjuefni að treysta bara eina vatnsleiðslu. Þannig að við fórum í það strax og var eitt af baráttumálum okkar framboðs fyrir 4 árum að leggja nýja vatnsleiðslu. Það komið á koppinn, hún verður lögð núna í byrjun ágúst. En það eins og með allar framkvæmdir í þessu þarna ekki spurt í rauninni orðið hvað þetta kostar, þetta bara gríðarlega mikilvægt gagnvart grunnþjónustu við Vestmannaeyjar og við erum að fá vatnsleiðslu hérna sem mun tryggja okkur búsetu hérna út af því að við fengum það aldeilis að finna fyrir því hvað þetta var tæft þegar það varð óhapp hérna í innsiglingunni með vatnsleiðsluna, þessa einu sem var til staðar og í virkni að það munaði litlu að það yrði almannavarna ástand og það var í rauninni almannavarna ástand í Vestmannaeyjum. En þetta, ég þarf náttúrulega korter eða 20 mínútur ef við verðum að taka þetta en það er hagsmunagæslan og svo það bara traustið sem við bjóðum upp á almennt í öllum málum. Að fólk getur treyst því sem við erum að fara í því að verkefnin er óþrjótandi og við fáum verkefnin í fangið og það hljóta að vera kona 3 mínútur núna. Takk. Og vel það. Takk. Arndís María, það nú yfirleitt vísa til þín sem Dísu. Eigum við að gera það hér? Jú, en það ekki best bara. Dísa, þá komið að þér og þína 3 mínútur. Já, takk fyrir. Já, ég ætla að þakka fyrir að bjóða mér á þessa opinberu aftöku. Og ég vona að ég komist heil heim. En smá sker í svona fyrsta skipti, skilji. Þannig að þið takki viljan fyrir verkið, en ég get tala eins og þau. Ég ætla bara að vera eins skemmtilegri. En já, auðvitað, Eyjalistinn er búin að vera í meirihluta og fullt búið að gera fyrir bæjarfélagið í valdatíð Eyjalistans með Heimaey. En það er fullt eftir og við erum svolítið meira að kannski pæla í fjölskyldunum. Ekki bara í fyrirtækjum, heldur líka fólkin sem býr hérna. Við erum með náttúrulega auðvitað stórskipahöfn sem þarf að já, aðeins ofar. Á hverju ekki með headpiece? Hvað er að ykkur? Headset svona. Já, stórskipahöfn, við þurfum hana. Það er ljóst. Það er bara flutningar frá fyrirtækjum í hættu og vandamál fyrir Vestmannaeyjar að vera ekki með þetta. Það er ein flóttaleið í Vestmannaeyjum. Það er gossprunga, þannig ef það gerist eitthvað. Þetta er bara mikið almannavarnamál. Grindavík til dæmis með 4, við erum með 1. Plan B var léttabátar út í Klauf, ég veit ekki hvernig það mun virka að henda sjúklingum borð þar, en það mun komið ljós. Vatnsleiðsla náttúrulega sjálfsögð, þetta er náttúrulega sama og allir að nefna, öll þessi hundleilu mál sem við verðum að eyða í, við vitum það. Við þurfum framtíðarsýn í íþróttamálum, það er ljóst, við erum búin að fara á fund með IBVF og það er bara skömm að því sem þeir þurfa að búa við, þannig að við þurfum framtíðarsýn í íþróttamálum, það er alveg ljóst. Það skiptir okkur öll máli, sérstaklega börnin okkar. Það er þetta líka fyrir litlu málin, það er þetta að finna húsvörð við Tísheimili í Herjólfshöllina og íþróttamiðstöðina. Það er mjög íþyngjandi ferðarkostnaður fyrir íþróttafélagin. Þannig að við viljum hækka frístundastyrk. Það er, eða bara endurskoðan, fá fleiri til þess félög að, til þess leikfélagi og fleira. Og við vorum flokkurinn sem að lagði það til að frístundastyrkur er hækkaður. Og það gekk vel, en þeir þurfa bara meira og við erum alveg sammála því. Viðhalda fasteignum bæjarins, það er náttúrulega bara orðið mjög þreytt að horfa líta yfir og sjá bara það er aldrei neitt eitt í þetta. Nýr leikskóli, það er bara alveg ljóst að við þurfum nýja leikskóla.
á kjörtímabilinu, ekki seinna, ekki eftir 10 ár, þegar allir eru flutti hérna þeir fengu ekki pláss. Við getum keypt hönnun frá Kolsulli eða öðrum frambærilegum leikskólum í stað þess að setja hönnun í útboð. Við getum til dæmis skoða framtíð félagsmiðstöðvar, úrlengjandi okkar gleymast alltaf. Þeir eru svona einhver óræði tala sem enginn þarf að hugsa eða allir gleyma að þetta eru bara framtíða kjósendur. Þannig að ég mæli með, og við bara mælum eindregið með því að skoða það mjög vel. Þá eru þínar 3 mínútur komnar. Ég trúi ekki. Djöfull tala ég. Svona líður Já, tíminn. tala hraðar. Ég gera það næst. En við erum bara að fara í endalaus verkefni til í allt, bara komið með hugmyndir og við tökum vel í þess. Takk fyrir. Takk að ekki að það. Dísa hérna kvartaði undan því að hún þurfti að vera að tala leiðileg mál, en auðvitað það þannig að mjög mikið af þessum verkefnum sveitafélagana eru afskaplega hversdagsleg. Ekki alltaf spennandi eða skemmtilega, en það þarf samt sem að vinna þau og þess vegna held ég að við getum nú öll þakka okkar góða fólki fyrir að vilja bjóða sig fram til þess að starfa fyrir okkur. En stundum spenna virkilega í hlutunum og við höfum nú hort upp á það síðustu dag og bara síðast í gær og síðustu ár í Sjálfstæðismönnum sem að klofnaði á sínum tíma og svo virtist allt vera að falla í ljúfa löð, en það feikilega mikil spenna ennþá. Þór hérna miða við allt og hvernig menn tala og treysta sig ekki lengur til þess að styðja listan sem konar á og svona. Sjálfstæðisflokkurinn hann stjórntækur við svo búið? Sjálfstæðisflokkurinn bara mjög stjórntækur og bara í mjög góðu standi í Vestmannaeyjum. Ég held þetta sé bara ofsögum sagt svona fréttir sem mamma las á Vísir í dag af svona einhverju óskaplega stóru vandamáli og þetta sé allt klofið og markklofið og eitthvað svoleiðis. Ég held bara Sjálfstæðisflokkurinn sé að fara inn í einhvern stórkostlegan tíma bara núna í Vestmannaeyjum og mín skoðun. Og hversu þetta vísa í hvort það sé einhverjar deilur hjá okkur, auðvitað það þannig að þegar að klofningur frá 2018 og stór hluti, ég veit ekki hvað á að tala, 30-40% af sjálfstæðismönnum fóru annað. Nú bara búið að vinna því að sameina flokkan aftur og það tekur kannski aðeins á, en ég held við komum mjög sterkt tilbaka. En það hluti af hópnum sem eftir varð í flokknum 2018 sem mjög ósáttur við þá ákvörðun að bæjarstjóraefni ykkar skuli vera sem einstaklingur sem að klauf flokkinn á sínu tíma. Og það dregur ekki dul á það að þetta fólk mjög ósátt hverju sem þið haldið fram það. Já, það ekki verið að neitt að deila það. Það eru aðilar mjög ósáttir við það að bæjarstjóraefni okkar í dag skuli vera bæjarstjóri þá hálistans liðin ára, en framboðið hefur komist að þeirri niðurstöðu að velja hana sem bæjarstjóraefni af einu góðu út af því að okkur vantar góðan bæjarstjóra til að berjast í okkar hagsmunamálum og baráttumálum til næstu ára. Það bara ástæðan fyrir því að við veljum þessa leið. En þannig það bara og auðvitað eru ekkert alltaf allir sammála. Heldur það að takist að græða þessi sár með tíð og tíma eða algjörlega pottþétt. Algjörlega vissum það að þetta ekki sár sem ekki hægt að græða. Algjörlega pottþétt. En það ekki þannig að við fáum ekki öll atkvæði bæjarins og við getum ekki ábyrgst það hvort allir kjósa okkur sem hafa einhvern tíðan kosið okkur. En við munum gera okkar besta. Í tengslum við þetta, Sæjón, þú bæjarstjóraefni Miðflokksins og Miðflokkurinn hefur verið með talsverðan slagkraft hér hafa verið fjölmennir fundir, haldnir meiri segja aðdraganda þess að ákveðið var að flokkurinn byði fram. Þeir flokkar sem að mynda núna meiri hluta munu þetta ekki gera það áfram að því að annar þeirra ekki til, en eru meiri líkur í ljósið þess að þú bæjarstjóraefni á því að þið munuð mynda meiri hluta með eiginlistanum heldur en sjálfstæðismönnum í ljósið þess að þeir hafa sinn eigin eða sitt eigið bæjarstjóraefni sem nú þegar bæjarstjórinn í bænum. Mér langar nú bara að byrja að segja við þá sem eru ósáttir að tækifærið núna. Það góð stemming í Miðflokknum. En til þess að svara spurningunum hvort við munum vera tilbúin til samstarfs við annan hvort flokkin. Það snýst náttúrulega bara það hvort passa betur á okkar stefnumálum og skoðunum.
en við útilokum ekki neitt, við erum tilbúin til samstarfs við gott fólk og ég veit að bæði Eyþór og Dísa á þeirra listar búi í góðu fólki, þannig að við erum bara klára að skoða það sem býðist eftir 16. maí. Já, en maður velti fyrir sér að því að nú eru ýmsir sem að þarna eru mjög ofarlega á blaði hjá ykkur. Eiga svona upprunalega að rekja til Sjálfstæðisflokksins, þá spyr maður sig, er fyrir þær sakir líklegra að þið leitið samstarfs við Sjálfstæðisflokkinn eða er það ólíklegra vegna þess að þið ákveða kveðja hann? Nú get ég ekki tala fyrir aðra á listanum, en ég hef ekki fundið fyrir neinum kala til Sjálfstæðisflokksins hjá okkar fólki og alls ekki hjá sjálfur mér. En ég fór einfaldlega yfir og það var nú áður en að við vissum hvernig er það á lista Sjálfstæðisflokksins og annað. Ég fór einfaldlega af því að það er kannski fyndið að segja frá því að algoritminn veit nú oft á undan manni hvað maður vill. En ég var nú bara farin að samsama og sjá mikið efni frá miðflokknum og einhvern veginn var ég alltaf sama. Þetta bara talaði til mín og svona já, svo skoðaði ég minn gamla flokk og þá var ég bara ekkert alltaf sammála. Mér fannst menn ekkert endilega gangi í takt. Þórdís Kolbrún með bókun 35 og meðan hinn armurinn var á móti ESB. Ég var bara, það er nú eiginlega bara ástæðan fyrir að minnsta kosti að ég fór. Það snerist ekkert málefnin hérna frekar en eitthvað annað. Þannig að svo lengi sem við getum komast að samkomulagi hvernig á stjórnan bænum, þá erum við tilbúin til samstarfs. Þá er kannski næsta vers, Dísa, að spyrja hvort bæjarstjóran líst þér betur á? Herðu, það er bara ég sjálf. En hinn er ágætt, algjörlega ágætt. Ég er náttúrulega besti kandidatinn til að vinna með okkar listi náttúrulega. Það lítur að vera svo mikið slagsíða hérna til, eða þau eru reynda vinstra megin, en svona ég er hérna til vinstri og þau eru til hægri. Þannig að ég gerir bara ráð fyrir að vera bara opið fyrir öllu. En segðu mér eitt, af því að bókun 35, það er sívinsalega umræðefni, barst í tali hérna. Nú sko er náttúrulega mjög til umræðu og sumir segja að það kunna trufla sveitarstjórnarkosningarnar að það er á að fara að kjósa Evrópu í seinni sumar. Þessi mál sem eru landsmál, ná þau hingað út til eiga í þessar kosningar? Hverju að ljúga núna? Nei, ég veit þetta. Sko, mér auðvitað nær þetta hinga. Við erum ekki fávís það. Við áttum okkur alveg á því að þetta skipti fyrirtækin okkar gríðarlegu máli hvernig þetta fer. Og sérstaklega fiskvinnslu fyrirtækin sem eru hér. En við getum kannski ekki tekið afstuð til ESB hér og nú. Ég mun alltaf kjósa það sem Vestmannaeyjum er best í hag. Bara alltaf, allan daginn. Þannig að ég held að þetta verður bara komið ljós. En hvort myndu segja já eða nei 29. ágúst? Heldur ég segja þér það eða? Nei. Þú mátt ekki bara láta við okkur eins og Inga Sæland. Nei, ég ætla að vera eins og hún. Já, mér fannst ég hári á eitthvað svipa á henni. Nei, Tekur Tínu Turner á þetta? Og ég vildi ekki syngja, ég sagði með manni minn, ég vildi ekki spila á gítar og tekja eitt lag það verður maður ennþá skemmtlegri. Nei, ég er ekki búin að mynda með neina skoðun á því. Ég vil vita hvað við erum að kjósum og kynna með það. Og ég líklega ætla þú bara að kynna fyrir okkur, það ekki? Í þínu góðu þáttum. Það er hluti af verkefninu. Algjörlega. Þannig að það er bara mitt svar. Eyþór, Sæunn, hafið þið myndað ykkur afstöðu til þessara kosningar sem að sennilegast í vændum í sumar og til þessara Evrópumála og hvernig það snertir Vestmannaeyjar, útvörð Íslands gagnvart Evrópu, ef maður svona lítur á áttavitann? Já, ég er alls ekki feimin við að segja frá því að ég mun sko allan tíman kjósa nei við því að velta fyrir sér einhverjum viðræðum við að fara inn í Evrópusambandið. Ég reyndar hélt að þegar við gengum til kosninga, alþingiskosninga síðast, þá var því svarað að eingöngu 15% landsmanna kusu flokk sem vildi fara í Evrópusambandið. Og það finnst mér eiginlega vera bara skilaboðin inn til alþingis. En þetta fólk sem er í ríkisstjórn í dag hugsar þetta allt öðru í sig og vill keyra þetta í gegn og að manni sýnist bara næstu í skjóli nætur. Og ég nú bara orðið það gamall að ég elst upp þegar að þorskastríðin voru. Þá var maður búin að læra svona lýðræðisárið og allt þetta, 1944 og 1918 og það var bara svona búið að berja manni aðeins í brjóst sko smá þjóðerni að þetta skipti máli og menn búin að berjast fyrir sjálfstæði. Núna
eins og ég segi, það er ekki komin 100 ár og þá ætlum við að gefast upp tilbúin að biðja ykkur aðra sem að ég til að ekki skára við og ekki betra við til að sjá þetta fyrir okkur og taka yfir okkar fiskveiði og auðlindir sem er náttúrulega algjörlega fatalt fyrir sjávarútveg á Íslandi og þjóðarbúið á leið. Þannig að ég veit ekki hvort ég geti verið skýrari. Kannski að þú reynir það? Sæjun. Já, ég ætla að segja. Já, ég þurfti nú að böðlast í gegnum Evrópurétt í lagadeildinni, þannig að nei takk. En ég held einmitt þessi skoðanakönnun sem á að leggja fyrir okkur í ágúst, sóun á almannafé og ég held sér heldur engin tilviljun að vera að setja hana á þennan ástíma. Þetta verður mikið, fólk verður ekki heima, utan kjörfundaratkvæðagreiðsla, ég held að fólk áttu sig nú ekki á því, kannski hef smá þekkingu þar, hef verið kjörstjóri ansi oft. Þetta er bara stór mál. Við vorum að utan kjörfundin í ágúst, verslunarhelgina, rétt eftir verslunarhelgi. Þetta er, held ég, engin tilviljun að það hafi verið að keyra þetta í gegnum þessum tíma. En ég segi nei. En sko, segi mér eitt, þetta verður örugglega stórt mál á landsvísu og rætt nákvæmlega þannig og örugglega eitthvað tíman og allt þetta. En hefur það sett eitthvað þýðingu fyrir Vestmannaeyjar? Ég meina, þetta er náttúrulega mikil verstöð en ég meina, skiptir það sérstökumáli hér fyrir eitthvað Já, þetta bara skiptir mjög miklu máli í sjávarútvegsbyggðunum, algjörlega. Ef að menn er að fara að láta Evrópusambandið stjórna fiskveiðiauðlindinni og leyfa í rauninni bara þess vegna sjávarútveginum svona fara bara til Evrópu ef að því er að skipta, þá bara er þetta gríðarlega breytingar fyrir sjávarútvegssveitarfélög og fyrirtækin í landinu. Maður getur ekki horft á þetta öðruvísi og við erum bara að setja frá okkar auðæfi og til langs tíma bara skelfilegar afleiðingar. Það er mín sýn á þetta. Dísa, ég sé að þú veifar þínum veldisbrotaði. Já, ég var bara að pæla í sig neikvæðan hérna. Þú ert ekki búin að kíkja á þetta, skilu, og veist ekki hvað þetta tala fyrir en það kemur ljós, skilu. Stundum. Ég held þú hefur verið að segja okkur og þú vildir ekki segja okkur hvað þú ætlar að kjósa. Nei, ég er ekki að segja það. Ég vil kynna mig málin. Ég er ekki svona þröngsýn. Ég er bara að kynna mér þetta. Ég vil fá kynningu hjá Stefáni og bara vita hvað mér að tala, skilu. Það er hrútleðilegur áfangi í lagadeildinni. Já, Ég mæli með að skelli bara á að lesa bara. þetta. Ég er alltaf í skóla, ég tek hann bara. Dísa, þú kemur í þáttinn til mín. Er það ekki? Já, við ræðum Evrópumálin. Guð, þú er ekki. Ég er svo bara fein að vera eftir kvöld í kvöld. Nei, þetta er ekki málana í sveitarstjórnarkosningunum. Nei, það er satt. En þegar ég var í Ásgarði hjá okkur að kynna mig fyrir prófkjörið, þá endaði ég mína kynningu á því að ég vildi ekki fara í Evrópusambandi, þó að kæmi málun ekki við. Við reyndar erum aðeins ósammála þessu og það er ástæða þess að við spyrjum út í þetta, svo að það sé útskýrt hér. Í fyrsta lagi blandast þetta saman vegna þess að við erum að fara í þessar 2 stóru atkvæðagreiðslur með skömmu millibili. Og öðru lagi, þá teljum við rétt að almenningur í landinu hafi upplýsingar það hvaða augum kjörnir fulltrúar lítið þessar stóru ákvörðun. Þess vegna spyrjum þessar spurningar þó að fólki þykir það óþægilegt eða að fólk lýsið yfir að þetta blandist ekki saman. Við horfum öðrum augum á það. Ég er bara algjörlega sammála þessu sjónarmiði. Já. Ég var að spá í, sko ég trú ekki að það skipti fólk máli hvort það sé frí eða ekki, ef þú þarft að kjósa þetta, þá kjósa allir þetta. Það skiptir svo miklu máli. Þú fer ekki að pæli því að þú sért ykkur fría þarna. Þú bara mætir og kýst. Hvort sem þú kýst nei eða já. Þetta bara skiptir gríðarlegu máli fyrir Ísland. Þannig trú ekki að fólk ætli að hanga í Munaðarnesi, skilurðu, og ekki taka þátt í þessu að því að það nennir ekki. Þá er bara ekkert í lagi með fólk. Nei, en hættan... En atkvæðagreiðslan er náttúrulega bara í x tíma. Þú veist, ef við vitum það bara, þetta er orlofstímin, ég meina þú bara skikkaður frí á þessi tíma. Þannig að þetta er ekki alveg svona einfalt. Ef ég má skjóta inn orði að hættan er að sjálfsögðu svo að í aðdraganda kosningana að þá liggi þjóðmálaumræða í láginni vegna sumarfría, fólk fyrir út á land eða fyrir úr landi og allt þetta. Þingið verður ekki að störfum þannig að það mun ekki taka saman þátt í þessar umræðu og ella. En þið getið treysti að á síðu Morgunblaðsins verður hann að finna, þannig að ég treysti að þið notið þess að miða hérna og gerist öll áskrifendur sem ekki það nú þegar. Já, við getum líka lýst í hátíð yfir, Andrés, að við ætlum ekki að fara í sumarfrí fyrir í september. Ég átti eftir að segja konunni frá því. Nei, og ég ætla bara að hrósa ykkur fyrir umræðinni því að þetta er fyrir allt og mörgum látið eins og þetta skipta engu máli. Og þetta sé bara léttvægt, það verði ódýrari matur og allt verði miklu auðveldara.
miklu auðveldar að kaupa íbúður og allt, þetta bara kjaftaði. Og það eru skilaboðin svona sem að ég tek í gegnum svona hugmyndir Evrópusambandið. Það bara verið að kasta ríki í augun á fólki og það þarf einhvern veginn að koma að viti fyrir, allan að láta upplýsa fólkið. Bílrúður, bílrúðuskipti og bílrúðu viðgerðir. Við hjá Poulsen skiptum eða gerum við framrúðuna fyrir þig. Bókað tíma hjá poulsen.is. Þú færð alvöru verkfæri hjá verkfærasölunni. Reykjavík, Kópavogi, Akureyri og Reykjanesbæ. Verkfærasalan. Átt þú eftir að skrá kílómetrastöðuna? Þú getur skráð hana í Ólís OB appinu sem sér restina fyrir þig. Ólís. Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 og í öllum verslunum Bíkó. En ef sko ríkið kastaði augun á fólki, þá ekkert betra heldur en vatn til þess að ríkbinda og við skulum tala þess aðeins vatn. Beina sónum hérna aftur heim, það var minnst á vatnsleiðsluna hérna áðan. Sko nú horfum við upp á það að það eitthvað að fara að hreyfast í því, en þetta feikilega dýr framkvæmt. 3 milljarðar held ég að menn sé að tala þar af hérna 800 milljónir frá bænum, ríkinu frikið, hérna sko þetta ekkert grín að sitja uppi með þetta og setur náttúrulega margt úr skorðum. Hvernig sjáu þið þetta fyrir ykkur og svo veltaði maður náttúrulega fyrir sér, ég menna á bærin einhverja endurkröfu vegna þessa eða hvað? Hversu mikið teljið þið að vinnslustöðin eigi að greiða af þessu kostnaði? Nú skulum við, þetta 2 aðskilji mál. Við erum að tala vatnsleiðslu sem heitir NSL 3 eða sjávarlögn 3. Mjög þjált nafn. Já, NSL, svona MR og þurr í munnun og þetta ekki gott. En málið 1968 var leiðsla og ég meiri saman eftir því að ég ólst upp þegar voru brunnar og þegar var farið í bað einu sinni í viku og fótabað í bala svona í miðri viku í sama vatninu systkinin. Þetta bara staðreynd. Unga fólki man ekki eftir þessu hérna sem hérna í kringum mig. En sko þetta bara staðan fram til ársins og svo kom önnur leiðsla 71, svo kemur önnur leiðsla 2007. Svo þessar gömlu orðnar ónýtar og maður fyrir að hafa áhyggjur af þessu þegar maður komin í bæjarpólitíkina hérna sé bara ein leiðsla virk og með allt þetta atvinnulíf sem við erum í gangi með. Og það var á stefnuskrá okkar og örugglega fleiri að vinna í því að leggja nýja vatnslögn. Það búið að vinna í því núna í mörg ár og það NSL 4, sem sagt 4. leiðslan. Það mál þannig staðið og þetta svo dálítið flókið á svona fund í raun og veru út af því að við eigum ekki vatnsveituna. En við eigum bara leiðsluna milli lands og eyja sem var 2007. Þegar við báðum HS Veitur að leggja næstu leiðslu til öryggis, þá sögðu þeir bara við höfum enga burði til að leggja þessa leiðslu, þessi vatnsveita með litlar tekjur dugar enga veginn fyrir þessum kostnaði. Og okkar staða var þá bara þannig, eigum við að verða vatnslaus einn daginn. Og ég skrifaði einhverja grein 2022 og reynda að setja þetta í einhverja myndlíkingu að maður væri á klóstun og það væri gett að sturta einn daginn. Og þá myndi fólk fatta það hversu alvarlegt þetta væri. En það gengur bara ekki þannig, það þyrfti að rýma eyjun eða það væri vatnslaust. En við förum að stað, biðjum ríkið aðstoð, Vestmannaeyjabær ber ábyrgð á því lögum samkvæmt að sé vatn í Vestmannaeyjum. Þó við eigum ekki vatnsveituna. Og við förum að stað, það reiknað með að framkvæmdin kostum tæpa 2 milljarða í upphaflegu umræðunum. Ríkið segir við komum 800. Eðlilega, bara fannst þeim komið á 2022 eða 2023 skrifað undir þetta samkomulag. Svo þegar komið að því að kaupana og leggjana, þá framkvæmdin komin hátt í 3 milljarða. Á öllum þessu tíma erum við að berjast fyrir því og sérstaklega í ljósi þess þegar að verður almannavarna ástand þegar að NSL 3 tjónast, þá förum við í það og búin að tala það að þetta sé almannavarna mál. Að hafa að almannavarnir sjáum eina lögn til eyja og við sjáum aðra. Og okkur finnst rök fyrir því
því að ef ein lögn fer, þá almannavarna ástand í Vestmannaeyjum og atvinnulífið funkar ekki. Og þetta eiginlega baráttan okkar í dag að berjast fyrir því að NSZ 4 verði viðurkennd sem almannavarnalögn og ríki borgi svo lögn að fullu. Það baráttan sem við erum í og munum halda áfram með. Ég ger ekki ráð fyrir því að það sé verulegur ágreiningur þessa nálgun, en hvernig líst ykkur í hinum frábárum á hvernig megi sækja það vegna þess að tíminn er naumur og það getur allt gerst? Þetta er bara erfið staða og ég held að í rauninni sé sama hvað niðurstaða verður. Það verður þetta alltaf þungt fyrir okkur. Veist, ef að bærin þarf að taka þetta á sig, þá er það hrikalegt. Ef að vinnslustöðin þarf að taka þetta á sig eftir hvernig þetta dómsmál fer, það er bara líka hrikalegt. Það mun alltaf velta út í samfélagið okkar líka. Ég held að, einmitt, það sem við þurfum að gera er að sækja á ríkið og þingmenn og þetta er aðskilið mál bara til að rugla ekki ég er að tala um NSZ 4 er algjörlega okkar vegum. Ég beða meðan þú talar. Ég þarf að fara stöðast. Já, en þingmenn miðflokksins hafa að tala fyrir þessu. Karl Gauti líka sem er nú sá þingmaður okkar kjördæmi sem hefur heyrt hvað mest í á Alþingi fyrir okkar hönd. Og hann hefur einmitt talað fyrir því að það sé lykilatriði að ríki komi inn í þetta verkefni. Dísa, þú ert nú líklegust að segja Hauku í hornið þarna? Já, ég geti kannski hringt í það bara, gælu það. Nei, ég er alveg saman. Mér finnst ekkit endilega hægt að tjá sig um það hvað vinnslustöðin á að borga, hver á að borga hvað. Þetta reynum við bara nálgast næli því hjá ríkinu eins mikið og við getum, skilji. Ég er bara sammála, þetta er bara almannavarnamál og meira kannski getur maður ekki tjáð sig um þetta fyrir að liggur niður kemur dómsniðurstaða í þessu máli. Þannig að ég ætla bara að fá að segja passi því, auðvitað bara viljum við öllu vatnslögn og það verður bara farið í það hvernig sem það verður gert, hvort við þurfum að taka lán eða hvort við þurfum að sækja þetta til ríkisins eða tryggingafélagi borgi eitthvað eða hvernig sem það verður. Það er bara mikilvægt bara að svo þetta rugli nú ekki umræðina þessa leiðslur. NSZ 3 er leiðslan sem við eigum og var lögð 2007, hún tjónaðist. Það er dómsmál sem við verður vonandi útkljáð á næstu 1, 2, 3 árum eins og þetta gengur nú í dómskerfinu. Það er bara annað mál. Við eigum þá lögn og við byrjum full ábyrgð á því, Vestmannaeyjabær. En NSZ 4, baráttumálið okkar er almannavarnamál og alveg eins og við höfum hvað maður segja, landsmenn allir sætt okkur við það að almannavarnir hafa stutt við alls konar úrræði á Reykjanesinu á þessum eldsumbrota-tímum, þá finnst okkur alveg mikil rök fyrir því að það sé almannavarnamál að það sé vatnslögn til Vestmannaeyja, sem sagt vatnslögn 2. En spurningin kostnaði þáttöku vinnslustöðurinn alls ekki ósanngjörn og íbúar hér eiga rétt á að vita hvernig þetta horfir við ykkur og hvað þið teljið að fyrirtækið eigi að bera í þessu. Þetta er viðkvæmt mál hér í Eyjum en þið að bjóða ykkur fram og þarna verulega hagsmuni að ræða og ekki einfallega hægt að varpa ábyrgðina og segja ríkið á að gera þetta og að skattgreiðendur upp á landi eða hringinn í kringum landið eigi að bera þann kostnað. Nei, það er kannski það sem ég reyni að útskýra. Það er enginn að biðja ríkið að greiða tjónið sem var það NSZ 3. Það er bara dómsmál sem Vestmannaeyjabær er búin að hefja gegn vinnslustöðinni út af því að það var bara óljóst hvernig það mál myndi vinnast. Það var bara samkvæmt sjólögum siglingalögum að bara ákveðnar aðferðir í því og þetta er bara í rauninni mál sem að fer fyrir dómskerfi til að finna út hver ber tjónið. Og hvað er þetta miklu í fjármunir? Við teljum ég held að matið hafi verið að tjónið á vatnslögninni sé 1,3 milljarðar og það er deilt. Ég sé að lögmaðurinn í Hornum vill segja eitthvað. Já, svo er það náttúrulega bara, þetta eru reglur siglingalaga og saman með loftfaralag, en sanngirnin, þú veist, í lögunum, hann má deila um það, sjálfsögðu er náttúrulega bara almenna skaðabótareglan svo og svo sem veldur tjóni ber ábyrgðina. En ég hugsa ekkert okkar væri ánátt með það að lendi árekstur á tryggingafélagi það, bara með hluta, sko, þú veist, ekki bara sjálfsábyrgðina heldur við tryggjum bara upp á þessu, þannig að bera betra kera á Yaris heldur en Porsche, sko. En þetta er alltaf bara niðurstaðan er enga síðu svo, við þurfum vatnsleiðslu, nýja, hver á borga? Eyþór sagði okkur hér fremur óhugulega sögur þvotta sína sem barn og unglingur
og vera þakklátt fyrir að geti sturtað sig oftar í dag með hreinu og góðu vatni og landi. Aðrar sturtufréttir lúta að líkamsræktinni hér. Ég fór í völklass daginn niður í íþróttahúsi og það var dálítið þröngt manninn þar út af framkvæmdum og mikið að vera. Það mikið skrafað útboð sem að var kært og dæmt ólögmætt og það var ráðist í að bjóða aftur út og ég nú fylgjandi starfsemi persónulega völklass og nýti þá frábæri þjónustu en það virðist blasa við að bærinn hafi tekið ákvörðun að sníða þetta útboð að einu tilteknu fyrirtæki. Hvernig horfir þetta við frambjóðendum og ef ekki að byrja á fulltrúa meirihlutans á sviðinu að svara fyrir það? Já, hver er það núna? Er ekki allir í stjórnbara? Er ekki allir í meirihluta? Hvernig? Nei, já, ok, þetta er ekki nema kærumál út á suður hérna. Ég þetta er í kæruversli, eins og þið vitið. Þannig að kannski er ekki hægt að tjá sig mikið þetta, en Við verðum ekki að segja neinu frá því, hvernig Nei, auðvitað hljómaði útboðið eins og það verið beint að einhverjum ákveðnum aðilum, en ég held að við erum öll rosa glöð að fá frábæra líkamsræktarstöðina. Þannig að við skulum bara bíða eftir niðurstöðu á þessar kæru áður en við fyrir að tjá okkur það. En ég bara sé það að ég verð að drífa mig í leikum eins og þú. Og þannig að þetta er bara mál sem á eftir að leysa og vonandi öllum til heilla í Vestmanni. Ég segi bara ekki annað. Já, þú vilt ekki tjáð það hvort að það hefur rétt að þessu staði gagnvart öðrum aðlum að því Nei, veist það, að því ég var bara ekki annað. Ég er bara ný. Þess þá heldur að það skoður á því? Já, ég hef alveg skoðun öllu en ég best að tjá þær ekkert allar, skilur í þessum hópi, en nei, ég vil bara bíða og sjá hvað niðurstaða kemur út þessar kæru. Þannig að ég fyrir að tjá mig meira þetta. Þetta er kannski eins og Dísa segir, það er allt kært og það er þvargað allan fjandanorði. Við þekkjum það bara af lagningu ljósleiðaranets í bænum og Eigló félag sem við stofnuðum hérna samfélagi til þess að koma á stað ljósleiðara sem að enginn hafði áhuga að leggja. Við klárum það verkefni og ákveðum svo að selja það. Fengum ásættanlegt verð og svo þegar var búið að selja það, þá var það kært eða sjálfsögðu. Út af því að einhver annar taldi sig vilja eiga það og kaupa það. Það fór þá í annað útboð, samkvæmt einhverjum strangari reglum og það kom bara eitt tilboð frá þessum aðila sem hafði ætlað að kaupa það, Mílu. Þannig að þetta er svona eyðum við í rauninu óhemju fé skattborgarana í kærumál og einhver lögfræðikostnað í kringum svona vesen sem auðvitað venjulegi bæjarfulltrúar eru kannski ekki með á sinni könnu, þetta eru fagmenn sem að vinna fyrir okkur. Ég varðandi þetta málum, hefði bærin ekki geta vandað sér betur? Svo er ég að koma að þessu og þá segi ég kannski aðeins söguna. Það var eina söguna, já. Ég er eins og aðrir, alltaf í ræktinni og ég er að ljúga því. En málið er, Hressó var hérna með ræktina og voru að hætta og sögðust ekki hafa áhuga lengur og þá kemur inn í umræðuna, út af því maður nú ekki alveg í líkamsræktar umhverfin út í eitt, en þá kemur það upp að menn segja, heyrðu, völklass tilbúið að vera í Vestmannum. Og það er talað frábært. En þá koma aðrir aðilar sem segja líka vera tilbúinir að byggja upp hérna líkamsrækt. Og það sem nú segi ég sögun út að ég var í bæjaráði og er í bæjaráði og þekki söguna. Eins og hún lítur við mér. Hvað gerist? Við segjum, ok, þá verðum við að fara í útboð. Það er farið í útboð og samkvæmt okkar vitnesku þá þurfti ekki að fara með útboð á evrópska svæðið með útboðið. Búið til eitthvað skema svona til þess að reyna að finna út hver er bestur. Við fundum það út í bæjaráði og ásamt fagfólki að völklass væri best og við ætlum að velja það. Það sem kom hugmyndum að þeir myndu byggja í rauninni líkamsræktina og sjá þetta og gera bara samningu við okkur. Við þurftum ekki að fjármagna verkefni. Það var kært. Og niðurstaðan var svo útboðsmál, kærumála að við þurftum að fara með þetta í útboð á evrópska efnahagsvæðinu. Þá
drögum við bara tilboðið tilbaka, eða málið tilbaka frá kærunefndinni til að býða ekki, lengi ekki málið og ákveða að bjóða þetta út á evrópska efnahagssvæðinu. Þá fengin aðili sem kann að bjóða þetta út á evrópska efnahagssvæðinu. Ég kann ekki að bjóða svona út á evrópska efnahagssvæðinu. Kann ekki reglunar. Það gert og þá kært útboðsgögnin. Þið hljótið að hafa farið yfir útboðsgögnin. Já, maður hefur bara ekki vita á því hvernig útboðsgögn eiga að líta út í þessu annað en að ég bara byggjum líka. Þú væntanlega sérð þegar það segja að það verður að vera minnstakosti 4.000 áskrifundur að þjónustu þessi fyrirtæki. Það komu samt tilboð sem að uppfylltu þessi ákvæði 2. Þannig að það var ekki vandamálið. En það vissum við alveg að það voru aðeinar upp á landi fleiri neitt sem að gætu uppfyllt þetta. Þannig að það komu 2 tilboð aftur og samkvæmt stigagjöf frá þessum sérfræðingi sem að vann þetta fyrir okkur, þá kom World Class best út. Og við völdum World Class. Þetta bara ferlið. En þegar við erum í stjórnmálum, þá þurfum við að taka ákvarðanir. En þetta allt saman til marks það að bærin sé nægilega verið rekið, vegna þess að ef það eru sífellt kærumál sem þeir að lendi í og svo framvegis, þá greinilega eitthvað sem að ábjáta. Já, það er bara eins og þú segir. Það er eitthvað sem ábjáta. Þú ert í minni hlutanum. Já, en samt maður, þú veist, þetta nú ekki flóknara, en það er bara verið að bjóða eitthvað út. Og allir í góðri trú, þó maður sé í minni hluta, og 3 í bæjarráði, og fólk sammála bara ferlið, þá þetta ekkert meiri hluta eða minni hlutamál. Þetta bara, kerfið orðið svo flókið í öllum svona málum, að það virðist vera bara þannig að það hægt að kæra allt og til þess að klára umræðuna, þá held ég að bara fengi, held að ég verið í dag frekar en gær, þá fekk maður upplýsingar það að þessi kæra útboðið, henni var bara að vísa frá. Það er spurning úr sali, þó frá ónefndri konu ætlar að vera duglegir að mæta í World Class þegar vera búin að reisa stöðina? Ég fer leið í World Class og ég þarf á því að halda. Sæjun, sem hvað ætlar að segja okkur þetta útboð? Hvernig lítur þetta við þér? Mér sýnist nú Eyþór haldaði fram að þetta sé allt bara helvitis lögfræðingum að kenna. Þetta er atvinnuskapandi, þessi kærumál hérna fram og tilbaka. Og það tala ég nú bara í lokuðum herbyggjum. Já. Hann hefur sagt þetta mig. Nei, ég segir svona. En þetta berðist meðal annars kemp. Það hefur ekki verið starfandi lögfræðingur í Vestmannaeyjabæ í örugglega 20 ár. Það væri nú kannski gott að hafa eitthvað sem kann að lesa útboðsgögn. En segðu mér, ég meina að gagnrýni Miðflokksins í pólitík víða hefur gengið út á það að það þurfa að brjóta gömul kerfi og svo framvegis. Ég meina, ef þú lítur að rekstur bæjarins, þú lítur að fjármál bæjarins, viljið þið skera upp herur þar eða? Já, eins og ég sagði þaðan, óskipulega kosta peninga. Og þarna, greinilega, var ekki vandanlega vel til verka, bæði þá hvað var það gerð útboðsgagnanna og svo líka þegar farið yfir útboðin og þau metin. Þess vegna eru hér í dag. Það skiptur ekkert máli hvort það er útboð á líkamsræktarstöð eða útboð á jarðinu í klefa eða salan á Eygló. Það ber allt í samastað niður. Þetta nú óttalega billeg útskýring, Já, ég tala á svo mjög stuttur en þú. Já, við erum ekki allar með svona mikla sögu, En er þetta komast í höfn með líkamsræktina? Sjáðu þið fyrir ykkur? Já, eins og svo þetta bara eins og maður segir með lögfræðingana. Þeir örugglega hægt ekkert. Þó að sé búið að ákveða þessi síðasta kæra hafi verið vísa frá og þá ætla ég nú ekki að lofa neinu. Þannig að þú vilt alls ekki voru lögfræðing í bæjarstjórn? Jú, ég held að það veri eina rétta. Ég er sammála sæðinni þar. Fá eitthvað sem læsa á þetta og vanda sér betur við útboðsgögn. Það er bara algjörlega lykilatriði. Þetta er bara orðið flókið, ég er sammálaður því og erfitt að lesa þetta og þess vegna bara held ég við þurfum ykkur að þess til bæra. Svo er þetta nú bara þannig. Það þarf að taka ákvarðanir, menn komast að niðurstöðu og það er ekki flóknari það og vonandi er bara World Class að fara að byggja hérna líkamsræktarstöð fyrir sinn pening, fyrir eigið fé og þjónustar okkar eigamenn eins og maður heyri nú bara
og ég alveg viss það að það alveg, eina krafan okkar var bara öflug og flott líkamsrækt og auðvitað þetta bara orðið bónus að þetta sé orðið net hérna Íslands líkamsræktir hérna víða landið og Eyjamenn geti farið hérna upp á land og nota sitt árskort í rauninni bara til að fara í sund og völdklass og sömulegis Reykvíkingar eða landsmenn sem eru með völdklasskort komið til Vestmannaeyja og þetta í rauninni bara styrkleiki fyrir samfélagið. En ég finn alltaf bara að E-listin eini sem klappar, minnst allt til að Besta fólkið, sko. Sá mér þessi E-listin klappaði fyrir þér núna. En gott og vel, sko, hérna skulum vinda hvað okkur eilítið í kross. Hluti af því að Rekabæjarfélag er að sjá til þess að atvinnulífið sé í góðu lagi og hafi það umhverfi sem að tilþurfi. Og við þurfum ekki að horfa mikið í kringum til að sjá að það hefur nú gengið ágætlega hérna. En hvað með skipulagsmálin? Hvað með ný hverfi? Ég meina það hefur ekki gengið alveg nú rætt að koma þeim á koppinn. Það er kvartandi að þetta sé tekja langa tíma, sé á dýrt. Hvað þykir ykkur í þessum frambóðum byggðamálin þannig? Þurfum við fleiri hverfi og hvenær? Já, ég ætla bara að fá að grípa fram í fyrir ykkur báðum, sko. Nú hérna. Ég bara að segja, þú kemur alltaf með ykkur sögu, Ísla langa. Nei, viti, ég er fasteignarsali og það er mikil vöntunarlóðum hérna. Það virðist vera mjög mikið útlitað til fyrirtækja og bara í nýlu útbóði sem var í miðgerði. Þannig að það þurft að skilja ykkur lóðum og fleira. Iðnaðarlóðir, það er náttúrulega bara vandamál hérna í bæ að fá iðnaðarlóð. Þannig að það þarf eitthvað að skipulegja þetta mun betur. Það er alveg ljóst. Ég er sammálaðir þarna. Og mér finnst við að hafa farið svolítið flókna leið í því. Já, svo bara allt einhverju. Meðal annars, Malarvöllin er búin að taka mjög langan tíma. Frábær staður. Ég skil ekki okkur við fórum ekki einfaldar leið. Það er ekki eins og við séum landlaus. Við erum með deiliskipulag, við erum með skipulag íbúabyggð, ef við skoðum kortið af Vestmannaeyjum. Ef við myndum skipuleggja íbúabyggð, eða teikna upp lóðirnar og útluta þeim. Austur að austur, sunnan við Spyrnubraut í austur. Geggjaða lóðir og það fengi að vera nágrannar minn líka. En þetta er frábæra lóðir. Skipulagsfræðing líka væri mjög gott múf. Þetta er skipulagt undir íbúabyggð. En Dísa, þú ert oddviti flokk sem hefur verið í meira hluta árum sama hér. Já. Þannig að en ég var bara ekki með þeim. Nei, það er klúður. Það er ekki vit fyrir þeim. Nei, ég hefði alveg bara séð um þetta mál frá til upp. Þetta frambóð hefur verið við völd til í bænum. Af hverju hefur þínum félögum í því frambóði ekki auðnast að kippa þessu liðin? Já, þú getur ekki komið algjörlega ábyrgðarlausa því. Nei, ég get það ekki. En ég held bara að Vestmannaeyjabær hafi frá bara, ég veit ekki, séðan gos, verið bara skipulaður hist og pist og það láti duga. Það duga bara ekki lengur. Það verður bara að taka miklu harðar á skipulagsmálum. En hefur það ekki blasað við í 8 ár? Skiptir miklu máli, já sjálfsögðu. Kannski fó bara allt púðri í önnur mál. En þetta hverfið svo vestur í bæ, þetta er löngu skipulagt. Það þarf bara að fara að útluta klára og það þarf líka kannski að fara bara vera meira kannski eins og annar staðar. Það sem er tilbúna götur, það er tilbúið skolp og það er tilbúin ljósastöður og lóðin er bara tilbúin þegar hún er boðin út. Ekki seinna. Við viljum samt ekki Reykjavíkurmódeli. Viljið þá ekki gefa salnum einhver lofórð frekar en að vera svona að tviste og tala um að það sé margt í mörgu? Kannski grípi ég inn í og segi smásögu þá fyrir Dísu. En mér finnst það eins og því áttið ykkur ekki á því þið eru í Vestmannaeyjum. Þið byrjið spjalli bara eins og við séum í Reykjavík og krísan þar í þéttingu byggðar og öll skipulagsmál í Klessu. Við erum búin að vera, og það hefur kannski verið dálítið skrítið, við erum búin að vera í minnihluta núna í 8 ár en við hefum verið með mjög gott fólk í ráðum og nefndum við sjálfstæðismenn sem bera mikla ábyrgð og mikið hæfileika fólk og það hefur verið mjög... Já, Sægin var mjög góð alveg þangað til hún ákvaða að stúta þessu. Þú notaði þá tíðina. En máli var að hérna sko ef við erum að tala um íbúa uppbygginguna, við erum ekki að tala um kannski hvernig fólk finnst ykkur hús inn í bæ og miðbærin eitthvað svona, það er alveg að gera allt miklu betur þar. En fyrir 20 árum var nú alla byggt hús í Vestmannaeyjum. Ef menn byggðu hús, þá var sá aðili álitinn
dálítið sérstakur og eða hann væri bara búin að ákveða að flytja aldrei frá Eyjum út af hann þyrfti aldrei að reyna að selja það og fá raunvirði fyrir það. Núna, bara með bættum hag, góða árferði í sjávarútvegi, þá hefur verið byggt ótrúlega mikið núna síðustu 6-8 árin. Hverfið sem var skipulagt út í Áshamri, það er orðið full, það er að vera fullbyggt. Það er verið að skipuleggja íbúðasvæði með 60-80 íbúðum hérna rétt bara fyrir neðan á Malavellinum. Stórkostlegt skipulag sem er í gangi og þetta er ekkert meiri hlutanum að þakka frekar en okkur í minni hlutanum því að við höfum bara haft mikið puttana í þessu máli með meiri hlutanum og úr því að þau fóru að tala að það væri einhvern veginn allt í skrúinu með skipulagsmálin og íbúðamálin. Það geta bara allir byggt hús sem vilja í Eyjum. Það er bara nóg af lóðum og það er bara í skipulaginu og er verið að skipulega. Ég tek nú alveg undir það. Ég er nú nýbúin að byggja hús hérna í Vestmannaeyjum. Einmitt í Vesturbænum, það sem var búin að vera botlangi á skipulagi síðan 76, eitthvað svoleiðis. Geggjaður staðar, það bara einhvern veginn, þorði enginn að fara í þessar lóðir, en hann er fullbyggður í dag. En aftur segi, ég held að við höfum farið svolítið flókna leið. Malavöllurinn, þetta er glæsilegt, flott skipulag, en ég held að við höfum gert þetta flóknar en það þurfti að vera og það er mjög auðvelt að skipulegja að setja enneglega niður þessar lóðir í Vesturbænum, en það sé ég talað austur af Dverghamri. Flottar lóðir, stutt í skóla, stutt í alla lagnir. Þetta á að vera mjög einfalt að koma þessu til framkvæmda. Ertu að tala að það væri betra heldur en Malavöllurinn eða? Já, ég held að sé einfaldra, já. Þið útferðið það fyrir okkur og væntanlega í kosningabaráttunni. Ég held að Palli Sóf sé bara búin að skoða þetta. En ég held að við séum í góðum málum með uppbygginguna í íbúðabyggð í Vestmannaeyjum og það er að stórum hluta Sjálfstæðisflokknum að þakka. Og fyrirhugaði sjálfstæðismönnum. Akkurat. Þau eru öll alltaf einhvern veginn í meiri hluta. Skildi ekki alveg. Ég er ekki alveg sammála að því að það voru miklu fleiri sem sóttum lóð heldur en fengu. Þannig að augljóst er að það vantar lóðir en það þarf bara að fara að skipuleggja meira í því og ég er sammála. Það eru auðvitað betra árferði og fólki fara að byggja. Það var bara pottið þegar ég seldi húsið mitt eftir 1 ár ég var að skilja þetta árið 2002. Það var náttúrulega bara lí. Mér hugnast einmitt líka betur. Ég gat nú bara farið í kortasjána og sé bara, hérna er flott lóð og farið og sóttum þá lóð, ekki það að þetta sé sett í eitthvað svona, nú ætlum við að bjóða út þessa lóð og svo kemur sæinn og dreigunum hver fær lóðina. Það er rosa vinsælt, sko. Já, það er svolítið. Við höfum við að ræða við fólkið í bænum síðustu daga og taka púlsinn á fólki. Eitt af því sem að kvartaður undan er kostnaðurinn við að búa hérna. Kostnaður við vatnið og það er líka kvartaður undan því að það sé erfitt að fá matvöruverslanir séu með takmarkað vörúrval, vörurnar klárist fljótt, fólk hendi jafnvel gaman að því að menn sé að berjast síðustu brauðsneiðarnar hérna í búðunum. Við höfum líka rætt við rekstraraðila sem að kvarta undan geysilegum urðunar eða sorphirðukostnaði. Hann sé jafnvel þrefaldur á við það sem að gerist á höfuðborgarsvæðinu. Er ykkur ekki að takast, þar að segja bæjarfélagin að búa þannig hnútan að fólk standi jafnfætis, fólkinu upp á landi í þessum efnum? Ég vísa kannski sérstaklega eins og í sorphirðuna og síðan í hreinlega aðgengi að matvöru. Stuttasvarið er bara nei. Þetta er bara ekki nógu gott. Hvað getur bærin gert í því? Hvað var það matvöruna? Við erum 2 í heimili og við erum 2 ameríska ískap og risastóra frystikistu. Einfall út af þessu vandamáli. Það þarf náttúrulega að pressa á þá sem reka matvöruverslanir hérna. Að við erum ekki með séverslanir. Við þurfum að koma þessi í betri fag. Við erum næstu 5.000 manna sveitafélag með þetta eins og þetta er. Það er bara slegist síðasta pulsbakkan þegar gott veður. Ég ætti ef að reglur Reykjavíkurborgar myndu ná til ykkar því að þeir vilja banna unnar matvörur. Þá eru pilsutnar allavega ekki vandamál. Já, vit er ekki alveg farið úr okkur. En hvað var það sorpmálin? Það er nú bara það sama. Nú ætlum ég að segja sögu Eyþór. Ég fór með ruslapoka fyrir miðflokkinn daginn. Upp í sorpu. Og ég hef nú gagnrýnt sorpmálin hérna. Ég held ég kölluð rusladrottning bæjarins hérna á endanum. Ég var búin að tuða svo mikið yfir sorpmálum. En það er nú til dæmis eitt. Gjaldskráin, hún rauk upp. Og svo ekki nóg með það. Við vitum aldrei svona cirka hvað við hefum að borga þegar við förum í sorpu.
af því að það virðist nú bara svona hipsum haps hvort að það fara eftir gjaldskránni. Ég fór með 1/4 poka um daginn, 1/4 á svörtum ruslapoka um daginn almenn sorpi, 1800. Fyrir viku síðan þá kostaði það 500. Ég baði sundurliðin á reikningnum, bara hvernig aðilinn hefði nú komist að þessari niðurstöðu að þetta kostaði 800 krónur. Mikið ertu skemmtileg. Já, ég er ekki dísa, sko. Ég kom ekki til að vera skemmtileg. Engi furðu að strukku svona mikið. Já, en ég baði þessa sundurliðin og mér var rétt posanótan. Það er ekki hægt að fá þessa sundurliðin. Þannig ég spyrir mér nú bara hvernig menn í rekstri og annað sem þurfa að standa skil á svona kostnaði eða að fara því þegar þetta er einfaldlega ekki hægt. Má ég aðeins tala um mat? Ég elska mat og er mjög góð að elda mat. Ég nenni allir í búðina lengur af því að ástandið er hörmulegt. En varðandi hvað við getum gert í því, þá er til dæmis systir mín mjög duglega kvarta við krónuna og senda skilaboð og trillast á netinu og ég veit ekki hvað. Það eins og allir Vestmannaeyingar. En þetta er algjörlega í höndum þessara fyrirtækja. Við höfum ekki umráð yfir krónunni eða bónus hvað þau eru mikið hörmungaslið að senda okkur ekki betri mat. Meiri mat. Og þau verðast aldrei vita að það þarf að borða eftir þjóðatíð. Eða það þarf að borða eftir jól. Þá bara er ekkert til. Þannig að við fáum ekki nema pulsur og drast. Ekki einu sinni? Nei, ekki einu sinni. Það bara verður að sanka sig núlum og eitthvað. En þetta er bara þessi fyrirtæki og það þarf bara að eiga samtal við þessi fyrirtæki. Ég skal sjá það. En sorphirðan eða þú kemur Já, með það? ég held að sorphirðan, ég held að við ættum að skoða mjög vel hvort að við getum bara gert betur. Við erum með hana á okkar höndum. Þetta er bara búið að vera tótt klúður síðan að við mistum þetta úr okkar höndum. En það mátti náttúrulega ekki brenna sorpið, það mátti ekki gera neitt, það er allt menga og hræðilegt. En nú eru aðrir ráðherrar, þannig að ég held að við þurfum kannski líka bara huglega út frá þessu baðlóni að kaupa sorpleysistöð ef að það má. Ætlarðu að tala við Jóhann Pál um það? Já, ég skal bara gera það. Ég sé bara þetta krakka mínu. Það verður geggjað að fara í baðlóni með sorpbrennslustöðuna við hliðina? Nei, það finnst ekkert. Þetta er alltaf svo umhverfisvænt og ilmandi, þetta er alltaf æðislegt þarna. En svo ég kom aðeins inn í sorpmálin, þetta eru alveg sannarlega svona málin sem að maður finnst alltaf frekar leiðilegast að tala um. Það er erfitt að setja sig inn í þessar útskýringar allar við hvað er dýrt að farga sorpun okkar. Það er eiginlega ómögulegt fyrir okkur að leggja mikið mat á það. En ný lög gerðu þetta verkum að við urðum að fara þessa leið, að það er í gjaldtaka, að borga þegar hendir. Vestmannaeyjabær var að borga 80-90 milljónir að ég held þessi áður en það kom í notkun hjá okkur. Með starfseminni? Nei, fyrir almennt rust sem var tekið hjá verktakanum þarna upp frá. Þannig að Vestmannaeyjabær fékk bara reikning fyrir 80-90 milljónir fyrir almenna sorpið. Fyrirtækin voru alveg að borga, þetta er bara sem snýra íbúum, heimilunum. Núna borgar Vestmannaeyjabær ekki þennan kostnað, það eru íbúanir. Ég segi náttúrulega alltaf, þetta er bara pappi aftur í á mér. Þá kostar það ekki neitt. Þær eru ekki búin að fatta það. Víst. Ég bara vil ekki viðurkenna glæpina. Nei, ég þetta fer ég bara með pappa. Það hlaut að koma ruslasaga frá þau líka. Já. En það er ég samt svona skammast mín þegar ég er búin að fara 3 ferðir og segja þetta er bara pappi. En það er bara pappi. En þá hugsaði mér, haldi ég sé að ljúga. En svo er náttúrulega bara annað eins og ruslamáli líka sem ég held að hver einasti ef maður hafi pirrað sig á undanfarið. Ég átta mig á því að sorp fíkur stundum. En það virðist margt vanta upp og þarna bara uppi við sorpu að þetta er ekki tryggt nægilega mikið. Þetta er bara út alla garða, út allt. Þið deilið áhyggjum með bæjarbúum þetta. En hver eru lausnirnar? Lausnirnar eru náttúrulega þetta er starfsemi á vegum Vestmannaeyjabæjar og henni hafi verið úthýst. En ef það þarf náttúrulega að fylgja þessu eftir að þetta sé almennilega gert. Þetta er boðið út, okkar verkefni eru þetta bara aðhalda því að menn sinni þeim rekstri sem þeir taka að sér
og gera það betur og við þurfum sannarlega að bæta okkur þar. Það alveg á hreinu, en mér langar að koma inn í matvöru umræðin út af því að ég kaup inn á mínu heimili. Og Býtu, það hló einhverju til það. Já, ég fatta ekki hún væri í það. En málið ég veit ég fiska ekki mörg atkvæði núna. En ég segi alltaf þegar ég verið að tuða, það ekkert til í búðinni. Mér finnst búðin full, sko, þegar ég mæti að þinn. Nei, nú segir þú eitthvað. Ég segi bara, maður ákveður ekkert hvað maður ætlar að kaupa og maður fer í búðina. Maður kaupi bara það sem til í búðinni og hefur það í matinn. Það ekki allir á ísfélagstekjum, Það þýðir ekki að vera alltaf að röfla og tuði yfir öllu. Það bara nætjærlega þetta við hliðina á mér. Þetta bara ekki svona einþór minn. Það ekki eins og til brauð. Nei, ég held bara að við getum ekki, Mjólk. Það getur ekki verið umræða í sveitastjórnarmálunum, Kotasella. einhverja matvörubúður í Ég bænum. tala upp endalaust. Við skulum bara vona að samkeppnin gerir það að verkum að við verðum með almennilega matvörubúðir og það keppast hérna bæði Bónus og Krónan. Nú eru sósíalistar í Reykjavík að leggja það til að Reykjavíkurborg fara að rekka matvöruverslani. Þið getið ímyndað ykkur hvernig það mun enda? Það verður eitthvað eins og fríu máltíðinar í skólunum. Alltaf svona minna og minna lagt í þær. Ég held þetta sé bara Endur með hungursnæði mennar við. En sko, þessar áhyggjur hafa náttúrulega komið upp víðar heldur en í Vestmannaeyjum. Við þekkjum þetta að Húsavík hafa minn mikið verið að kvartanda þessu, að það hafi ekki verið almennilega búið í bænum eftir að göngin komu og svo framvegis. Þar hafa menn verið að hugleiða ýmsar leiðir, svo sem minn orðið úr framkvæmdum hvað það var þar. En ég meina, ekkert sem á bæjarfélagi getur gert til þess að reyna að ýta undir samkeppni í verslanarrekstri hér í bænum eða? Það alveg samkeppni. Það ætti að vera samkeppni. Við erum með Krónuna og við erum með Bónus. En þegar markaðurinn svona, það eru tvær búðir og þetta endar alltaf að fara í þær báðar. Það eitthvað skrítið. En ég held að snúist bara viljan, menn að þau selja það sem til. Okkur átt að bæta eitthvað í. En það bara okkar að pressa á það að þetta verði betra. Já, spurning að bara kæra þá, eins og allt hérna í Vestmannaeyjabæ. Kannski þetta bara samráð, aldrei að vita. Já, ég veit það ekki. En ég held að við getum kannski ítt undir hvað? Ef að bjóðum fría flutninga eða eftir þjóðtíð. Þá verðum við kært. Nei, ég segi, skiljið, þetta ekki tækt. Þeir verður bara að standa sig og það þarf bara hitta þá og tala við þess að gæja. Dísa, við erum komin með fyrirsögnina í blaðið. Já, flott. Oddviti Elístars hótar að kæra Krónun og Bónus. Já. Ég stend við það. Þið þekkið það að stjórnmál eru kallið list hins mögulega og þá reynir nú ofta stofnunum að finna einhverjar lausnir. En kannski stærsti vandinn sem blasir við Vestmannaeyjum sem var nú minnst á hér, þið myndust öll á hér upphafi, það eru samgöngurnar. Vandinn augljós. Samt sem maður sér ekki alveg hvar nokkur lausn geti mögulega legið nema einmitt bara að vona þau best að maður innverðaráðherra umkýr sig yfir ykkur eða hvað? Já, ég veit ekki hvort að einhver hafi séð myndbandið sem Miðflokkurinn setti inn í dag. Þar var nú bent á eina lausn í landið, hvet ykkur til að kíkja á vídeóið. Já, útskýrðu fyrir okkur að því að við höfum ekki séð myndbandið. Já, ég ætla að leyfa myndbandinu að tala, af því það mun koma betur til skila en... Það getur ekki talað hér, Nei, þið farið heim og kíkja á þetta. Þetta snýr að nýjum garði, Austurgarði og hann Eyvi okkar segir alveg frábærlega frá þessu. Þetta á að leysa stóran vanda, ekki allan vanda, en ég hvet ykkur til að kíkja á vídeóið. Svo náttúrulega flugið. Ég ætlaði nú bara að panta flug í morgun, svo ég komin í sögustundina eins og Eyþór. Það var nú ekki takt fyrir hádegi. Þó að hafa verið kynnt í morgun, þetta væri nú bara komið. Hringdi Norrland Air. Ég ætla nú bara að hrósa þeim. Það hrikalt að reka fyrirtæki og vita aldrei hvað það mikið mannafla eða vélar. Það var verið að reyna að manna vélarnar í morgun og það tókst rúmlega 11, þannig ég gat panta flug næstu 2 vikurnar. En þetta náttúrulega bara ekki boðlegt að þetta sé vika og vika í senn. Samgöngurnar, ég held að það þurfi enginn að aumka sér yfir okkur. Við höfum alveg fyllileg rök fyrir því að hér þurfa að vera alvöru samgöngur. Atvinnulífið skapar gríðarlega skattekjur og viðbótin núna með Laxey sem að mun eflaust, maður bara að fara að orfubót svona 2-faldan sjávarútveg í Vestmannaeyjum frá því sem var, ef við tölum Ísfélag og Vinnslustöðina. Þannig að þetta alveg gríðarlega uppbygging hérna og Landeyjahöfn sem átti náttúrulega að vera þessi bylting
með eins og hún auðvitað 8-9 mánuð á ári, 7 og 8 ferðir hérna á dag og mikil traffík, að þetta í raun alveg grátlegt hvað hefur tekið langa tíma að klára höfnina. Það verður endalaust verið hérna krísufundir á hverju ári í rauninni frá því 2010 þegar höfnin opnaði á veturnar, þar sem að allt fer á hliðina. Og núna svoleiðis tímabil, þar sem að einhvern veginn röð hörmunga ríða yfir, þar sem að bílar í rauninni eitt mótorinn sem drífur eina skrúan í Herjólfi og höfnin lokuð og við erum í 4 tíma að sigla og þetta annar engan veginn bara atvinnulífinu. Við erum að landa hérna með bolfiskskipin upp á landi út af því að það ekki að koma kannski fisknum á markað. Þetta allt í þessum gír. Og það fleira, það eru líka biluð dæluskip, það er sleifalag. Já, ég að meina, þetta sleifalag hjá vegagerðinni, það er búið að vera þannig að það er keypt ódýrustu aðalanir til þess að dýfka sem að geta enga veginn sinnt þessu út af tækjakosti, en það er komið núna, búið að semja við belgískt fyrirtæki núna sem byrjar þá í haust og við erum að gera kröfu að það komið jafnvel strax til þess að bjarga þessu máli eins og þetta núna. En þetta það sem svona bjartasta vonin í huga mínum núna. Tillögur frá þessari dönsku straumfræðistofnun sem að skila skýrslu sem búin að vera í burðarliðnum í allt og langa tíma. Þar á að vonandi að munum við sjá tillögur að lausn sem gerir þetta þannig að sandburðurum verður allt öðruvísi. Það draumurinn að sú framkvæmd verði farin af stað innan skams þegar þessar tillögur koma. Og þá erum við kannski að fara að sjá fram á miklu fleiri daga sem siglt í landið. Það auðvitað það sem við vonum, en baráttan lengra flugu við veturinn. Við verðum að fá 6 mánuði og lágmark 10 ferðir á viku, segi ég, og við sem erum að, auðvitað það öll frambúðin sem vilja þetta og berjast fyrir þessu. Þetta hagsmunagæslan sem þarf að fara fram, en við erum með 3 mánuði í dag og 4-5 ferðir á viku. Þetta alltaf lítið til að byggja upp þessa samgönguleið. Það ekki meira til vegna þess að sko, Sandeyjahöfn hefur verið til vandræða frá því að hún fyrst var opnuð og núna eiga sér stað náttúruhamfarir þar sem bara flytur inn ný fjara eða gömul fjara annar staða frá. Lítið þetta gera, skilji. Þannig að sko, hvað þá sko, næst sem þið getur gert vegna þess að ef það kemur önnur fjara þá hún aftur jafn lokuð og það skiptir ekki máli hvað eru mörg belgisk fyrirtæki bíðandi. Þið þurfa að bíða eftir skipum. Já, þá losum við nú til vandræða í den. Hún var löguð með görðum meðal annars. En það sem ég langaði að koma inn á því að það var að tala um flugið. Við í Miðflokknum héldum samgöngufund síðasta laugardag. Það sem bara frábær fundur og gaman komar ekki komu. En þar var meðal annars komið inn á þetta með tíðni ferða. Framkvæmdastjóri Norlandair sagði okkur beint, manninu mínu sem hélt fyrirlesturinn og setti sig í samband við hann að tíðni ferða lág tíðni ferða einmitt ástæðan fyrir því hvað við erum með litla vél. Við erum bara með 9 sæta vél, þetta fljótt að fara. Þeir eru tilbúinir að vera með 19 sæta vél í Reykjavík með áhöfn ef samningunum býður upp á fleiri ferðir. Þannig það mjög mikil samgöngubót bæði þá hvað var að tíðni ferða á fjölda sæta. Ég ætla aðeins að fá tjá mig þetta líka. Ég ætla að byrja að hrósa. Mér finnst bara alltaf að hrósa líka. Ég ætla að hrósa Sjálfstæðisflokknum og EL-listanum fyrir bara brjálæðislega ötula baráttu og líka fyrir heima, fyrir betri samgöngumálum. Við vitum öll að þetta bara, hún Íris, ég ætla kannski ekki bara nefna neitt á Ólastaðan, en hún hefur barist rosalega vel fyrir okkar samgöngum, alltaf fundum, eiginlegu fundum, en það kannski dugar ekki til. Kannski þarf bara harðari aðgerð. Ég veit ekki kannski hvað þyrfti að gera, en mér finnst engin skilningur hjá ríkisstjórninni gagnvart þessum vanda. Þið bara keyrir inn á Ártúnsbrekkuna og drífið ykkur í vinnu, ekkert að pæli okkur. Þannig að það þarf virkilega... Við förum á 5 kílómetra hraða. Ég ætla ekki vorkenna þér. Af því að það voru páskar hérna og það var ekki landahöfn og það var ekki neitt. Þannig að sonur minn ætlaði að koma heim. Það kostaði 80.000 að koma til Vestmannum í flugi. Það kannski ástæðan fyrir að fólk ekkert almennt fljúandi en það fram og tilbaka.
Við fáum eitthvað styrk, en ekki þeir sem vilja koma heim. 40% af. Já, ekki þeir sem búa annars Nei, staðar, við. vilja koma hingað. Já, og við höfum öll kannski börn sem að búa upp á landi og vilja koma heim. En þetta er bara ekki orðið gerandi í dag, þannig að við þurfum meiri styrk, við þurfum niðurgreiðsla flugi eins og var. Já, það er náttúrulega þessi loftbrú, en ég örugglega eins og fleiri hérna svitnaði í morgun þegar ég sá haft eftir innviðar á þeirra að það þurfti að endurskoða loftbrúna og festa hana við ákveðna tölu. Það fór mig. Já, hann sagði líka ekki voru að koma, ég mun ekki gleyma þessu. Ummælum hans. En baráttumál okkar eru þetta bara klára landið höfn, þá mun auðvitað samgöngumálin komast í betra lag í Eyjum og við höfum þá ekki eins miklar áhyggjur af fluginu út af því að það var sagt, þegar landið kom, þá var sagt við ríkisstyrkjum bara eina leið. En svo bara kemur þá á daginn að þessi eina leið var bara ekkert að fúnkera. Og það er nú kannski það sem ríkið hefur viðurkennt á núna síðustu 2 árin, að byrja að ríkisstyrkja þá flugleiðina hérna yfir veturinn meðan að í ljósi þess að landiðjöfn er ekki að virka. Og það hefur sýnt sig að það hefur kostað í rauninni brot, þetta er í rauninni ekki miklu peningar fyrir ríkið að halda upp í flugi eða styrkja flugi til Vestmannaeyja, en á móti kemur að það er hægt að samnýta sjúkraflugið þó nokkur hluta. Það er mörg sjúkraflug sem sparast á ári ef við myndum hafa öflugri áætlunarflug til Vestmannaeyja. Þannig að þetta er miklu fjármunir, þetta er ekki allt saman, en þannig er þetta á milli 2 ráðuneyta, þannig að þau hugsa þetta alltaf ekki saman. Ég veit að við getum rætt samgöngumál fram til morguns, við erum ekki einu sinni byrjar að stórskipa á höfninu á Eiðinu eða Ægistír og við getum haldið áfram. En hérna klukkan tifar og tími líður. Við erum með tróðfullan salu fólki. Og maður sér á þessum hópi að það brennur á ykkur að spyrja spurninga. Við höfum hins vegar mikla óbeit á fólki sem að situr á langar ræður í tengslu við spurningarnar. En við ætlum að bjóða ykkur að koma með spurningar, hnitmiðaðar og velskiljanlegar sem að þið geti beint að einu frambjóðandu eða fleirum. Og til þess að tryggja það að þetta fara allt vel fram, að þá ætla ég að fara hér niður á sviðinu og ég mun standa þar með mækin og ég tek hann af ykkur leiðu þið byrjið að tala á lengi. En þið sem að vilji koma með spurningar, þið verður að koma hérna til mín og fá mikrofóninn stutt á stund. Hver vill ríða á vaðið? Ég skal byrja. Á, snöggur. Og næsti gerir sér kláran. Þú færð hann ekki, ég ætla að halda á. Þá get ég auðvitað tekið hann. Það er bara móður átt að flýta sér svo mikið. Heyrðu, Haraldur Pálsson heiti ég, mig langar að spurja fasteignaskatta. Þeir eru helmingi hærri í Vestmannaeyjum fyrir einstaklinga, heldur en mörgum sveitafélögum höfuðborgarsvæðinu. Hvað ætlar ykkar framboð að gera í því að lækka fasteignaskatta? Þetta bæti svo og þetta bæti svo sorpbyrgjöld. Takk fyrir. Á ég að byrja? Já, fínt. Við veitum það öll að fasteignamatið hefur hækkað gríðarlega síðustu ár og er bara steady upp á við. Það þarf að lækka raun álagningu til þess að færa þetta tilbaka. Þetta á ekki að vera svona. Og það er á stefnuskrá Miðflokksins að fara í akkurat þetta. Hvað ætlaði að lækka það mikið? Ég er ekki búin að rekna það út, en til þess þurfum að láta þetta halda við þannig að það verði í rauninni ekki hækkun. Höldum þessu við núllið þannig að þetta sé ekki upp á við. Það hefur alltaf verið stefna sjálfstæðismanna að skattleggja borgarana eins lítið og hægt er. Við getum orðað þannig, það er krafa mikla þjónustu. En frá því ég byrjaði í bæjaráði núna, 2022, þá höfum við, eflaust með pressu frá okkur sjálfstæðismennum og samþykki frá meirihlutans, að við höfum öll árin lækkað hlutfallið á fasteignaskattinu þannig að hann hef ekki hækkað í takt við fasteignamati sem hefur hækkað gríðarlega í Vestmannaeyjum, því að það er bara staðreynd að þegar það verður byggt mörg ný hús, þá allt í einu hækka fasteignamatið á gömlu húsunum. Þannig virka kerfið. Og við höfum lækkað þennan stuður öll árin til þess og mátaðan bara við vísitölu hækkanir í samfélaginu. Þannig að í raun og veru hefur fasteignaskattur ekki hækkað í Vestmannaeyjum nema bara samkvæmt verðlagsbreytingum frá því ég byrjaði í bæjaráði. Bara samt og hátt. Og það er, þetta er allt og hátt og allt það, en málið er að það verður bara stefna okkar sjálfstæðismann áfram að við hækkum
eins lítið fasteignaskatt og mögulegt er. Hafa svarið þannig. Þið ætlið ekki að lækka skatta? Lækka, tala í krónutölu? Það fyrsta lagi erum við ekki búin að klára stefnuskrána, en ég held að þetta sé nú eins og allt annað, meðan allt annað hækkar í kringum okkur, öll þjónusta sem við þurfum að veita, og getum við ekki slaka mikið á þessari svona eðlilegu skattheimtu sem að heitir fasteignagjöld, en við erum ekki að fara að hækka hana umfram verðlag. Það alveg, við lofum því. En fasteignamatið hefur farið langt umfram verðlag. Þið voru með fínan fund á Höfn, þar sem þetta kom til tals, og þar var svona hagnaður, svona svipaður var hér, þannig ég sé alveg svigrúm fyrir að veita aðeins meira aðstoð til þeirra ungra fjölskyldna sem að byggja eða kaupa sér hús í Vestmannaeyjum. Þannig ég skil vel að það sé mjög mikilvægt. Við þurfum kannski ekki að liggja á gullinu eins og ormur. Það má alveg hjálpa þessu fólki sem hér og nú. Ég minna á að þú ert í meiri hlutanum, sko. Já, ég að segja núna, eftir ég kemst til valda, sjá til. Bara mæta fólki og lækka álögur ef það hægt. Ef það svigrúm til þess, þá finnst mér það bara óskup eðlilegt. En hvernig við gerum það mun koma í ljós. Við erum eins og Eyþóra semja stefnuskrána. Hvenær mun það koma í ljós? Það stuttir kosningar. Það stuttir kosningar, þetta mun allt koma í ljós. Þá viljum við fá næstu spurningu, ekki önnur góð spurning úr salnum? Já, mættu. Góða kvöldið. Trausti Mar, æskulýðsfulltrúi og tónlistarmaður. Ég hérna að tala fyrir tónlistarmenn og unglinga í Vestmannaeyjum. Mér finnst það skrítið hvað sköpunarlistir fá litla athygli hérna í Vestmannaeyjum, sérstaklega frá bænum. IBF, það fer ekki fram hjá neinum að IBF fær alveg rosa mikla hjálp, en mér finnst að krakkar sem finna sig ekki í íþróttum fá ekki þá hjálp sem að þau þurfa. Þannig að hvernig ætlið þið að tryggja að börn, unglingar og meira þess að fullorðið fólk hafi aðgang að sköpunarlist? Þetta bara stór hluti af Vestmannaeyjum. Ási og Oddgeir og bara við erum tónlistar gullnáma Íslands. Ég tek undir það að það allir að finna sinn stað og sitt pláss. Og ég veit alveg hvernig bærin hefur stutt við IBF og aðrar íþróttir. En það líka stutt undir aðra listir. Við erum með leikhúsið og ég veit að Sjálfstæðisflokkurinn hefur barist fyrir því að það væri upptökugræjur og annað og starfsmaður með því í félagsheimilinu. En ég held að hvað sem við stígum niður, hvort sem það í listunum, íþróttunum, hvaða íþróttir sem það eru, hvort sem það fyrir börn eða fatlaða, hvernig það eldri borgara, þá held ég að við getum gert betur. Já, bara takk fyrir þessa spurningu, því að þetta nú eitt af því sem var á stefnuskrá okkar sjálfstæðismanna 22 og einn af okkar fulltrúum var mjög fylginn því að fylgja eftir hugmyndin sköpunarhús sem hann var orðað svo. Og það gekk út á, eins og Sægin segir, að búa til aðstöðu fyrir einmitt til að taka upp svona músík eða podcast eða alls konar svona hugmyndir gagnvart sköpun hjá ungu fólki. Og þetta inn í félagsheimili og hefur verið bara að koma á laggirnar núna á síðustu mánuðum. En ég segi bara allan tíman, við þurfum að aðstoða líka fólk eða krakka og unglinga sem í öðrum íþróttagreinum en handbolta og fótbolta. Sem eru svona ríkjandi risar svona í Vestmannaeyjum hvað íþróttagreina varðar, en allar þessar íþróttir eins og rafíþróttir og maður að sjá sprettu upp hérna pílu félög og alls konar. Ég bara fagna því og vil hjálpa til við svoleiðis starf eins og hægt er. Já, takk fyrir spurninguna. Ég get sagt þér allan að Eyjalistinn búin að hugleiða þetta mjög mikið. Við heimsóttum Hvítahúsið og okkur finnst mjög eðlilegt að vera keypt önnur á þriðja hæðin af því að það mikið notað af fólki, eldra fólki, fullorðnu fólki í list og líka ungi krakkar þar sem finnast ekki öðru. Þá náttúrulega óskum eftir og vonandi getum við agitera fyrir því að byggja félags eða nýtt frístundahús eða heimili við barnaskólann. Það pæling. Og það þarf bara að huga betur unglingunum eins og ég sagði fyrr
og líka það að við viljum hækka frístundastyrkin og hann nái til fleiri. Hann næri ekki ekki bara ná til þeir sem er í fimmleikum og handbolta og fótbolta þessum svona stöðlugu greinum. Það er bara mjög eðlilegt að hann falli líka undir leikhúsið og list og annað. Tónlistarskólanum. Já, ég segi þú veist, það er bara mjög eðlilegt að hann nái til áhugasviðs fleiri heldur en eingöngu þessara stöðlugu hefðbundna íþrótta. Hvað myndu láta frístundastyrkin vera háan? Ég vil hafa hann eins og í Garðabæ. Ég vil hafa hann 75.000. En 70-75.000. Hann er 50.000 núna. Og Egilistinn fekk hann hækkaði helming. Hann var 25.000. Þannig að ég held að það væri bara mjög eðlilegt að vera í samræmi við önnur íþróttafélög á höfuðborgarsvæðinu. Við erum alveg að standa okkur jafnvel í íþróttum eins og þau. Þannig að okkur ekki með jafn á íþróttastyrk eða frístundastyrk. Það er gott að búa í Garðabæ. Erum við ekki með fleiri góða spurningar? Verðið ófeimin? Það hlýtur að vera. Er þetta tæmandi talið? Nei, því trúi ég ekki. Andrés, trúir þið þínum eigin augum og eyrum? Þú sér nú reyndar í Vestmannaeyjum, þessum málglaða bæ. Nei, raun ekki. Við erum bara svona skýr og skilvirk að fólk er bara búið að fá svör við öllu spurningum. Þá skulum við rétt í lokin af kvikindisskap, Andrés. Ég veit að þú veist ekki hvað ég er að fara að segja. Ef ekki að bjóða frambjóðundurum að bauna spurningum á hvert annað? Jú, svona samkvæmisleikur. Gerum það. Dísa, vilt þú byrja? Rosalega þið skemmtilegir. Eina spurningu og Eina spurningu. Ekki láta mig byrja. Ég þarf að hugsa málið. Eyþór, kanntu sögun? Ég skal byrja. Eyþór, spurning til þín. Er einhugur á lista Sjálfstæðisflokksins bæjarstjóraefni listans? Þetta voru ekki sjálfstæðismenn sem klöpuðu núna. Þetta eru menn sem að hugsa illt til okkar. Nei, málið er bara ósköp einfalt. 18 manna listi, samtakalisti, hann talar sig niður á niðurstöðum og við vorum sammála það að hafa Írisi Róbertsdóttur sem bæjarstjóraefni. Það er svarið sem maður hefur yfir svona spurningum. En það er bara þannig, það er ekkert alltaf allir sammála. Og þá þurfum við að tala okkur niður á niðurstöðum. Og við gerum það með hag sveitafélagsins í huga. Alveg rétt. Stundu þurfum við nefnitt að kjósa. Þessna erum við nú að fara að kjósa því við erum ekki alltaf sammála allt. En þú vilt kannski þá bauna spurningu á einhvern annan? Þú getur reynt að hefna þig til dæmis. Ég hefði nú alveg getað, ef ég væri að sjá um hennar þátt sem þið eru að sjá um, þá hefði ég sagt þáttaköndum hvað þið myndu vera að hugsa og þá hefði maður að hugsa svona spurningu. Ég gerði þetta ráð fyrir því. Sem væri dálítið nasty og ömuleg. Núna verður þetta bara eitthvað væmið hjá mér, En eigum við ekki að segja bara svona til að fara aðeins í karpið bara með þetta, Sæjun, hvað áhyggjur hefur af uppbyggingunni við íþróttahúsið? Þú kvartar yfir því að þetta sé allt í einhverju óskipulöðu ferli, bara búið að grafa einhverju hólu. Útskýrðu þetta bara fyrir okkur, hvað er vandamálið við uppbygginguna á búningsklöfum við íþróttahúsið? Hvað hef ég langa tíma? 3 mínútur. Já, nú hef ég komið að þessu úr ýmsum áttum. Ég hef verið formaður í BUF þegar þetta ævintýri byrjaði. Þannig að það er ekki bara... Vestmannaeyjabær er að framkvæma. Já, býtu, ég satt líka framkvæmda Hafnarað á sama tíma. Og þetta kom nú lítið í tal þar. Ég var búin að sjá teikningar af klefunum sunnan með við húsið. Og svo skyndilega hurfið þar bara. Og þetta var komið. Og það sem ég finnst einmitt svo áhugavert. Erlingur Rikkardsson var einmitt með, hjá okkur miðflokknum, var með kynningu á ástandi íþróttamannvirkja á Vestmannaeyjum. Og það er bara mjög báborð. Hafið þið labban hringir í kringu tísemilið. Kassin er að fara af, það lekur og í formannstíminni var nú til dæmis sótt kannski ekki best, áfengisveitingaleyfi fyrir salin en það er Spurningin laut að annarri framkvæmd en þessari. Já, þetta er samt heildar framtíðasýn. Það er í rauninni bara, þessi íþróttamannvirki leka. Þau eru illa farin og þetta er tómur bútasaumur.
Það er búið að tróða núna að klastra við einhvern klefabyggingu. Hvað svo? Mér finnst þetta ekki vel farið með fé. Ég myndi vilja sjá hvernig þetta er hugsað í áföngum. Þú veist, þú byrjar að byggja eitthvað eitt eins og upphæðlega stóð til, það átt að byggja klefa, það átt að rífa gömlu klefana og svo átt þetta að fara koll á kolli. Ég myndi vilja sjá það og ég vil sjá framtíðarsýn. Þá ætla ég bara að benda þér á, þú varst einhvern veginn ekki almennilega vel með á nótunum því að þú varst í framkvæmda hafnaráði þegar að þetta er skipulagt. Okkar fulltrúi í Sjálfstæðisflokknum sem var með þér var skipaður í verkefnastjórn og þetta var aldrei neitt, það var engar athugasemdi við þessa framkvæmd á meðan þú varst með okkur í framkvæmdaráði. Þannig að ég bara verið að hugsa hvað hefur breyst því að, og bara til að útskýra, það er verið að byggja hérna búningsklefa. Næsta skref þegar það verður búið, þá verður gömlu rifnir. Þetta er allt, það er plan. Þú veist, þetta er, því talið bara eins og þessi ekkert plan og ég vilja fá betri útskýringu á þessu ómöguleigheitum sem að þú sér við uppbygginguna í kringum íþróttahúsið í dag. Takk fyrir. Má ég svara þessu? Gjörðu svo vel. Það eru starfsmenn í íþróttahúsinu. Þeir eru ekki sáttu við framkvæmdina. Af því það var ekki haft samráðið þá. Kennararnir sömuleiðis, íþróttahreyfingin sömuleiðis. Ég er ekki alveg sammálaður Eyþór að það hafi ekki verið sagt nei við þessu af því að það vill nú bara svo til að bæði ég og Arnar sem satt nú fyrir hálistan kváðum þegar þetta kom og ég fór nú á fund bæjarstjóra á sínum tíma, reyndar sem formaður í BF þegar þetta komið ekki við, þetta var skólabygging. Þá hafið ekki verið að vinna vinnunakar í framkvæmda og hafnaráði. Á þinni Ég bara lofa þér. Þetta karp er orðið ágætt og það sem ekki verið að biðja smá karp. Jú, algjörlega. En það sem þá er engin spurning eftir þetta dísu, þannig að ég er sem að leggja hana til hérna. Hún er einföld. Þú ert hér sem fulltrúi meirihluta flokks og ert að bjóða þig fram. Hvað er það sem þú vilt gera á nýju kjörtímabili sem er öðruvísi en á fyrir? Hver viltu breyta? Hvað er það ómögulegt sem að þinn listi hefur verið að gera? Hvað er ómögulegt? Við erum bara verið að standa okkur mjög vel. Þannig að þú ætlar að halda áfram bara svona. Eina sem ég myndi vilja tryggja að nýr leikskóli er byggður í Löngulá og drífa í framkvæmdum og ekki vera með hangandi hendi í þessu og fylgja betur eftir kannski framkvæmdum bæjarins. Við hlupum aðeins ákvörðandi þessu, þannig að Dísa á eftir að koma með spurningu, hún hefði sjálfur sér getað beint en að sjálfur sér. Já. En ertu með spurningu á mótframbjóðendur þína? Nei, ég ætlaði bara að tala fyrir, bara, þú veist, bara kannski að lækka álögur íbúana. Er þið samþykkt því að við byggjum nýjan leikskóla og ætlið þið að standa bak við það á næstu kjörtímabili? Það er bara á áætlun samkvæmt skipulaginu og samkvæmt fjárhagsáætlun sem við höfum samþykkt hérna á síðasta ári að leggja fé í upphafshönnun á leikskóla hérna í Lönguláni á nýju íbúasvæðinu og við erum sammála því. Við getum bara ekki gert allt, nú þurfa að borga sér væslu fyrir það. En hérna, já, ég vonaði því standi við það og þetta verið gert og þetta taki ekki 12 ár. Svo sannarlega vona ég það líka. Já, af því að við verðum saman í þessu. En þetta er kannski sem að kannski kemur nú oft frá svona elistanum í umræðinu stundum. Já, að vera almenni við fólk, já, það er þau vilja hækka, auka þjónustuna og hálfpartinn borga allt fyrir alla, en hvernig, hver á að borga það? Það vantar stundum svörin við því. Það er fullt af afgang. Og þess vegna kannski má segja að það vantar alveg inn í þessu umræðu hjá okkur í kvöld er bara lífæð Vestmannaeyja, það er höfnin og á hverju lifum við. Það er atvinnulífið og hvernig árar í sjávarútvegi. Það er lykillinn að því hvort að við getum reist leikskóla, haft frístundastyrkin hærri og allt þetta sem öllum langar svo mikið í. Þannig að við höfum kannski átt að tala meira stórskipahöfn heldur en krónun og bónus hérna áðan. Já. Þetta virtist nú vera þér hagsmunamál sem innkaupanda og þín heimili. Þannig að þetta snertur okkur öll. Ég hugsi í lausnum því ég fyrir búðir. En þá erum við komin vel fram yfir ætlaðan tíma á þessum góða fundi okkar og ég verð að viðurkenna að þetta fór fram úr mínu björtustu vonum, frábært spjall við 3 frábæra frambjóðendur. Ég til að, og leyfi mér að segja að þið vestmenningar, þið eru heppin að státa af svona öflugu fólki í forystu þessara flokka. Það eru Eyþór Harðarson fyrir Sjálfstæðisflokk og Arndís María Kjartansdóttir fyrir Eyjalistan og Sæunn Magnúsdóttir fyrir Miðflokkinn. Ef ekki að gefa þeim standandi lófaklar.
og við svo búið þá þakka ég ykkur öllum kærlega fyrir komuna. Þið getið náttúrulega aðeins hérna að staldra við ef þið viljið spjalla við hérna, ef þið viljið sitja fyrir frambjóðunum á leiðin út og mér sýnist að það sé ennþá opið á barnum. En Morgunblaðið þakka fyrir sig að þessu sinni og við hvetjum ykkur til að fylgjast með umfjöllunni á komandi vikum bæði á vefnum, í blaði og á öðrum efnisveitum. Takk fyrir í kvöld.